Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það hefur verið í sumar og kannski líka svolítið í vor, ekki bara síst í tengslu við forsetakosningarnar og spannst náttúrulega út frá vopnasendingum íslenskra stjórnvalda til Úkraínu, svona hugmyndur það hvort að Ísland væri vopnlaus þjóð og ætti ekki að vera að senda vopn í stríð, hvort við værum hlutlaus og maður áttaði sér svolítið á því að það var eitthvað svona óljós sjónarmið svona heyrði svona meðal almennings og svo stjórnvalda sem að svona hnussuðu í því að þetta væri ekki hlutlaus, við værum inn í NATO og þar alveg ættu við að gera eins og einhver svona kjarni í NATO lagði til og þá komu aðrir meðal hans Hilmar Þór Hilmarsson sem eru oft komið hingað til okkar sem að hafnaði því að við getum alveg haft sjálfstæða skoðun þótt við værum í NATO og getum verið með sjálfstæða afstöðu til Úkraínumála og þið kannistu þetta. Við höfum svona hleypt þessar umræðu svolítið hérna í gegn á Rauða borðinu en hingað kominn Valur Ingimundarson, prófessor. Þetta með, þú veist, hver staða Íslands erum við með út frá því að við erum ekki með og er ekki fyrsta utanríkisstefnan okkar eiginlega svona ævarandi hlutleysi og eitthvað fleira. Þetta er eitthvað svona flækja í þjóðarsálunni, hver við erum. Það má alveg segja það, þetta svona ákveðin togstreita sem felst í því náttúrulega að Ísland sé herlaust ríki í hernaðarbandalagi og þegar maður lítur sögulega á þetta þá náttúrulega þessi málega kalla þetta uppruna góðsögn 1918 þegar Ísland verður fullvalda að þá þess að tala það bara lýst yfir ævarandi hlutleysi sem líka reynda lagalegt hugtak þetta ekki bara, þetta ekki hugsað bara sem pólitískt en þetta svona eins og grunnur að utanríkisstefnu okkar að við förum ekki ófriði gagnvart neinum. Já, og bara hafa ekki gunnfána eins og orðað og það er sér engin hermál sem Ísland fer með og þessi stefna sem sagt í raun og veru alveg viðtekin og alveg það er ekkert það kemur engin andstaða við hana á millistríðsárunum nema að einu leyti árið þegar sósíalistaflokkurinn svona fór að sérstaklega, en það er verið að setja það í samhengi við á fjórða áratugnum og það er eiginlega verið að setja það í samhengi við á þeim tíma baráttunni gegn fasisma, innrás Ítalíu í Eþíópíu, innrás Japana en í Kína og við erum að hafa ykkur á vörn já, og þá er það er engin vegna þess að hlutleysis yfirlýsingin sjálf er náttúrulega bara yfirlýsing, það er engin stórþjóðirnar ábyrgjast ekki þessa yfirlýsingu þetta er ekki eins og með Sviss fyrir 1815 svo náttúrulega á enn lengri forsögu þar sem stórveldin ábyrgðust hlutleysi Sviss og sama hluta til gerðist Luxemburg og svo að þetta er bara yfirlýsing sem sagt og en það sem kom fram á fjórða áratugnu var það að það verður einhver ábyrgist þetta hlutleysi þú veist þetta bara í ljósi þess sem er að gerast í heiminum að þá er engin vörn í þessu og þessu var ekkit vel tekið af hinum flokkunum en það var náttúrulega sósíalistaflokkurinn á þeim tíma einangraður og alveg mikið íslenskri pólitík en þeir lögðu þess að til Einar Olgeirsson að Ísland gengi þá í þjóðabandalagið og það væri svona einhver ákveðin leið til að svona fá aðeins meira öryggi og það var náttúrulega á þeim tíma var því ekkert mjög vel tekið á þriðja áratugnum og í upphafi fjórða áratugarins þá voru uppi hugmyndir Ísland myndi ganga í þjóðabandalagið og en það þótti dýrt og svo líka var þetta spurning hlutleysi ég meina það voru svona menn sem við erum ekki að gangi í þjóðabandalagið en við fáum alveg sömu meðferð og Svisslendingar og það var alveg augljóst að það myndi ekki ganga upp þess að Íslendingar yrðu að gerast aðilar að þjóðabandalaginu á nokkura skilyrðum. Heldur að hafi verið reynt að fá svona viðurkenningu á hlutleysi okkar ábyrgð eða var þetta bara svona hugdetta sem Nei, það var spurt, menn spurðu þú veist og fengu bara nei. Það var sagt að það er mjög það var sagt íslenskir ráðamenn fengu þá þau skilaboð að það verið engin séns að það myndi takast og Luxemburgar fenguð ekki til dæmis bara Svisslendingar sem fengu þetta sem meðferð svo að þá fyrst voru sósíalistar mikið á móti því að gangi þjóðabandalags þetta var bara auðvaldsbandalag eitthvað svoleiðis en svo eftir að Sovétríki gengi 34 og þá fylgdu þau svo þetta var náttúrulega notað mjög gegn sem sagt sósíalistum á þessum tíma
En síðan gerist það náttúrulega eftir hernám Breta og síðan herverndarsamningurinn og þá náttúrulega alveg augljóst að hlutleysið að það ekki að virka, það er bara það er ekki tekið úr sambandi í raun og veru má segja þannig. Og sumir á þeim tíma líka á stríðsárunum þá koma upp hugmyndir að bara með herverndarsamningur séu þessu lokið. Ég meina þá sé Ísland komið búin að segja skilið við þessa stefnu en það var ekki almennt. Og til dæmis svona menn sem töldu að það væri búið að segja skilið við hlutleysisstefnu voru Bjarni Benediktsson, sem síðan náttúrulega var arkitektina NATO-aðildinni en svona menn eins og Ólafur Thors og Hermann Jónasson á þessum tíma, þeir voru ekki tilbúnir til að segja að taka svo sterkt til orða, svo að það er ekki gert með formlegum hætti, það er ekki, þú veist, það er bara sagt, það er bara aðstæður, það er neyðarástand í raun og veru og svo en það er ekki sem munur að það sé tímabundið að þá beygja okkur undir þetta en markmið okkur til lengri tíma að við séum hlutlaus. Já, síðan gerist það náttúrulega en með þessu samt er verið að senda ákveðin skilaboð sérstaklega með herverndarsamningu við Bandaríkin að þú veist, það má alveg að líta á þetta þannig það er verið að það stefna eða svona ráðandi orðræða svo gerist eitthvað utanaðkomandi sem enginn getur gert neitt við og þá er verið að opna eitthvað nýtt á nýja orðræðu sem síðan má segja og stefnu sem síðan sko kristallast með NATO-aðildinni 49, þú veist en það er ekki gert með formlegum hætti og svo þegar Bandaríkjamenn til dæmis setja fram þessa herstöðarbeiðni sinni 45 þá er hann hafnað Keflavíkursamningurinn er ok, þetta er ekki neitt bandalag eða svoleiðis, þeir fá sér aðstöðu vissulega Bandaríkjamenn en þetta er ekki litið svo á að þetta sé að Íslendingar sé með þessu þú veist að ganga með formlegum hætti til samstarfs við Vesturveldin. Má ég aðeins spyrja því að við höfum stundur rætt NATO-aðildina að Ísland hafi gengið þar inn sem herlaust ríki og það hefur verið svona skilningur að í því fælist eitthvað að við værum ekki að gangast undir það sama á önnur ríki og þannig að það verið kannski óeðlegt yfir okkur í dag að líta svo á að við höfum nákvæmlega sömu skildur og önnur ríkin í NATO. Í hverju fólst þessi sérstæða Íslands í 49? Já, hún bara fólst í því að sem sagt að það er ekki her á friðartímum síðan það var 2 ári síðan breytist og líka þess að ríkin önnur ríki hefðu skilning á sérstöðu Íslands sem herlaus ríkis. Hver er sú sérstæða? Sérstæða er akkurat það bara að vera herlaust ríki í hernaðarbandalagi. Það er akkurat þetta vandamál sem við getum aldrei tekið þátt í að verja einn en við getum ekki eins og varið okkur sjálf. Já, og ef við leita á aðra til þess en síðan til leitið til annarra til þess en síðan sko sem þýddi það líka að Íslandi geti ekki tekið þátt í stríðsaðgerðum út af því að það var bara lógík sem sagt að Ísland var herlaust ríki. Svo þetta fæst ekki í samningin, Norður-Atlantshafssamningin en það er skilningur á þessu, ég meina þegar þessi ráðamenn íslensku fóru til Bandaríkjanna að semja þetta þá var þeim alveg sagt og við þurfum að tala við Dean Acheson utanríkisráðherra Bandaríkjanna að þetta var alveg fullur skilningur á þessu og það verður ekkert gerðar en svona kröfur til Íslendinga og í raun og veru hefur þessi sérstæða að mörguleyti haldist, þú veist. En hefur það ekki samt verið svona undanföndu bara misserum, sem eins og hún sé svolítið að gefa eftir, að því maður heyri það hjá ráðurum og svona að þeim er svona ósárar að leggja til fé, náttúrulega til vopnasendinga, en líka bara fé almennt inn til varnarmála eins og að við séum að undirbúa okkur undir það að kannski einhver tíman í framtíðinni þurfum við að leggja þessi 2% sem gætu við að hækkað til hermála af landsframleiðslu. Já, ég var fara strax í samtíman, ok. Ég er bara að velta fyrir mér að því að við erum að tala þessar rætur, það sem við komum inn. Þetta akkurat þessar rætur eru þarna. Síðan aftur móti það sem gerist í millitíðinni áður en koma þessu. Að þá sem sagt koma allskyns hugmyndir sem þjóðvarlið, stofna þjóðvarlið eða einhvers konar herinn að gæsalappa koma fram á 7. áratugnum, en þetta er allt hugmyndir sem er skotnað niður leið, ná einhver flugi. Og síðan eftir að kalda stríðinu lauk og þá koma líka svona hugmyndir upp og 94. Af hverju náður ekki flugi? Af því að hlutleysins hugmyndin sé svo sterk eða við sem herlaus? Já, nákvæmlega þannig, þetta er svo sterk hugmynd, það er akkurat þannig og þá er náttúrulega þegar við hugsaum NATO-aðildina að þá er þetta þessi gamla hugmynd herleysið sem var alveg nátengt hlutleysis yfirlýsingunni. Það er þessi 2 þættir, lykilþættir, grunnþættir að í raun og veru er öðrum þættinum haldið eftir að Ísland gengur í NATO. Svo að
þú veist, auðvitað er þetta mikil þáttaskil þegar Ísland gengur í NATO. Ég meina Ísland, og allir viðurkenna að Ísland er ekki hlutlaust lengur. En hinn þátturinn helst. Og það er þetta sem öll vandræðin skapast sem við erum að tala og þess vegna, svo kom upp svona hugmyndir eins og ég var að segja, þjóðvarlið eitthvað svoleiðis og síðan eftir að kalda stríðinu lauk líka þá og svona Bandaríkjamenn mistu áhugann voru svona ansi lengi að fara og voru byrjaðir að sýna því bara strax eftir hrun Sovétríkjanna bara á 10. áratugnum kom upp svona og svo að það sem gerist er að það er alveg skýrt og það er engin vilji greinilega og svo náttúrulega bara síðast eftir á Úkraínustríðið þá þessi hugmyndum að stofna íslenska að hún gefið út bók hér þú veist sem var lagt til að Ísland myndi stofna her en þessar hugmyndir hafa einmitt ekki náð fram að ganga og ekki náð meira að segja þú veist þegar sú hugmynd kom upp að þá var það utanríkisráðherra sem sagðist nei það var ekki í minni myndinu eitthvað svoleiðis svo að En jáfnvel þeir sem hafa lagt þetta til hafa orðað einhvern veginn þannig að þeir sé að leggja þetta inn í umræðuna til þess að hún geti þroskast. Þannig að sömuleyti þá er eins og þeir viti að þetta er svo hrátt, þessi hugmynd, að þeir hafa oft þessi orð það. Að þeir kannski komið tími til þess að við ræðum þetta eins og við eigum kannski að ræða þetta í 10 ár til þess að svona jafna okkur á hugmyndinni. En þessar hugmyndir það akkurat að tengjast með einhverjum hætti stríði, þú veist, þetta sem er erfitt út af þessu, það er alltaf erfitt og það er einhver svona ákveðin hreinleiki í þessari umræðu þegar við erum á gráu svæði, þú veist, bara sem herlaust ríki í hernaðarbandalagi, ég meina það er bara þannig, en það er svona, og kemur upp áast eins og komið upp með Íraksstríðið, þú veist, hvort það ætti að styðja það eða lista yfir vilju þjóðir og fleiri, ég meina Líbíu og svona og svo þetta kemur upp alltaf öðru hvoru og alltaf svona dálítið vandræðagangur í kringum þetta og svo kemur þetta núna upp líka í kringum Úkraínu og þá sem ég finnst og þá kom aftur að þessum 2% að það er náttúrulega einmitt að máli færa rök fyrir þetta sé ekki að það, þú veist, það hefur aldrei verið gerð svo krafa til Íslendinga að þeir myndu greiða þessi viðmið, þetta er náttúrulega bara viðmið 2%, það er náttúrulega rosalega þrýstingur á aðildarríkina standa við og fara hærra en það hefur aldrei verið þrýstingur á Íslendinga að sem sagt að út af þeir hafi ekki her að þess að greiða þessu upphæð. Svo má meðal að sjá bara í því sem að NATO sendi frá sér að þeir eru verið að fjalla þessi 2% þá er Ísland ekki í töflunum. Nei, nákvæmlega svo. Það er alveg skýrt, það hefur aldrei verið með þar. Svo að, en það sem er núna að gerast með því að láta þessa, þú veist, kaupa skotfæri fyrir Úkraínu og svona, að þá varnarsamningur í Úkraínu líka. Hvað séu? Varnarsamningur sem Bjarni Ben gerði. Já, og með öðrum Norðurlöndum sem sagt, þetta er eiginlega hugsað þannig að já, þá vaknar svo spurning, er við að fara eitthvað lengra fyrir mér þetta það má færa, í raun og veru er þetta ekki eins sko út af því, þetta er bara að styðja stríð eða eitthvað svoleiðis, við spyrir alveg skiptir miklu máli en að kaupa skotfæri, þú veist, með beinum, þú veist, mér finnst þetta sömu hlutirnir, þú veist, ef Ísland með beinum hætti. En við vitum að það á ekki við alla, sömu finnst þetta að vera lína sem... Það er málið, akkurat þannig og það sé hreinlegra, þú veist, að út af því Ísland hefur ekki her, einmitt að tala innan og bara ok, við erum tilbúin að veita mannúðar aðstoð eitthvað svoleiðis. Sem að hvað sem er vantar. Já, sjálfsögðu, ég er að segja það. Það er aldrei nóg af því. Já, það máli færa alveg sterk rök fyrir því. Það sé bara meiri anda þess stöðu okkar í bandalaginu. Þú veist, það er svo að, en sko líka að náttúrulega með því að veita svona, veist, fé í kaupa á hergögnum og svoleiðis, sko, að þá náttúrulega er verið kannski að opna á þessi 2%, veist, eitthvað svoleiðis, sko, það er að opna á það sem sagt að Íslendingar veiti meiri í það og ég er ekki viss sko, þetta er náttúrulega ofboðslega háar upphæðir í íslenskum þetta er svona 90 milljarðar ári með við núverandi landsframleiðslu. Já, sem það myndi enginn samþykkja það. Það er náttúrulega alveg á hreinu. En þú getur soðið froskinn með því að hækka upp í 5 og svo í 7,5. Já, eitthvað svoleiðis. Já. En já, svo að þetta snýst sko voðalega mikið, menn ég hef alltaf litið svo á, og það hefur reyndar verið þrýstingur stundum á Íslendinga í þessu samstarfi og það er aðalega þegar Ísland missir hernaði mikilvægi sitt, eins og gerist eftir lok kalda stríðsins, svo bara Bandaríkjamenn vildu fara og fóru síðan
Og síðan gerist það aftur á móti og NATO fór í svona friðargæslu hér og þar eitthvað svoleiðis sko, að þá kom svo svona, þá var sagt við Íslendinga, já, þurfið þið ekki að fara að leggja eitthvað að mörkum hér sko, þú veist, að vegna þess að ég meina, og það var út af því vil ég meina að Ísland hefði þá að landsvæði skipti ekki máli lengur sko, þú veist, eitthvað svoleiðis. Í augum annarra. Já, augum annarra. Þannig að sömuleitt vernd Bandaríkjanna svo að Bandaríkin skilgreina það sem öryggishagsmuni sína að halda Íslandi eða missa það ekki hendurnar á öðrum og þar landi fara saman hagsmunir Bandaríkjanna frá þeirra sjónarmiði og Íslendinga þessa vernd. Já. Þegar að Bandaríkin endur skilgreina sína afstöðu og telja það svo ekki vera, að þá segja þeir sko, já, við erum til að venda ykkur þeir verða þá að borga. Þannig var það í lok þegar við vorum að semja á lokum, þá náttúrulega beittu þau svoleiðis aðferðum að segja allt í lagi ef þið vilja einhverja þyrlur hér þá þurfum við bara að greiða fyrir þér og það var mikið mál. En já, svo að þetta sem sagt, og þá var sagt við Íslendingar, ok, og þá fór Íslendingar, ok, bara að taka virkari þátt í friðargæslu. Þegar í Bosníu og síðan tóku yfir ráku flugvöllin í Kosovo og svona, þetta var allt svona undir samt, ok, flugvöllin í Kosovo, þetta bæði borgarlegu flugvöllur og herflugvöllur, en það var ekkert í gangi þegar, þannig segja, eftir stríðið þannig sem var eitthvað mikil hætta en eitthvað. Þetta náttúrulega breytist þegar Íslendingar taka síðan yfir, og þetta er náttúrulega allt annað stærð, þetta er náttúrulega bara smá flugvöllur undir Kosovo, að þegar þið taka yfir flugvöllin, eða fara að reka flugvöllin hann í Kabul og það er ennþá stríð í gangi. Og þá var svona augljóst að það er svona dæmi það, þegar menn eru svona að fikra sig, reyna, þú veist, ekki með her sem sagt, en reyna að fikra sig í áttina bara til að við erum í þessu bandalagi. Það er hugsunin sko á bakvið, en síðan náttúrulega eftir þessa árás þarna, þú veist, sem kom upp og þá náttúrulega drógu menn sér bara tilbaka og allt dreifað og bara byrja að tala bara allt mýkri friðargæslu og allt farið þú veist, í þetta gamla far í raun og veru og veist, svo sem kannski eðlilegt af herlausri þjóð að hún ekki tilbúin í að fórna fólkinu sínu í einhverjum hernaðarátökum. Nei, og þetta bara í samræmi við þessa stöðu Íslands í bandalaginu. Það er þú veist, sem herlaus ríki sko. Að velja sér verkefni í en núna til dæmis að sko núna er Ísland aftur búið að fá hernaðar mikilvægi, þú veist, ekki að sama og katastrofistrímann en samt, ég meina það er alveg á hreinu og svo að Íslands landsvæði skiptir miklu máli núna og það því, ég vil því meina auðvitað er þrýstingur Íslands stjórnvöld finnur örugglega fyrir þrýstingi, þú veist, allir aðrir að veita, þú veist, þetta er svona á fundum og líka með öðrum Norðurlanda þjóðum sko sem að leggja mikið, þú veist, það er svona þrýstingur þannig, en það er held ég engin þrýstingur, beinn þrýstingur á Íslendinga að þeir þurfa að greiða þessi 2% eða eitthvað svoleiðis sko og ég vil meina að það haldist líki hendur þetta. En það getur verið skrítið ástand ef það, svo veist, bara ráðamenn okkar sem að fara á fundina, finna fyrir svona að þeir geti ekki alveg verið svona miklu frírætarar eins og þeir hafa verið hingað til og kannski fátækri þjóðir horfa þarna yfir og minna þessi borgar aldrei neitt sko og allt í einu og þá faraði menn að reyna svona bara til þess að geta haldið andlitin á næsta fundi að henda eitthvað svona aðeins meira inn en þetta er ekki beint svona aðferð sem að þjóða ætti að nota til þess að taka svona afgerandi afstöðu, prinsipafstöðu sem að eins og við komum fram hjá þér er svolítið svona djúpt í þjóðasálunni þetta með herleysið og jafnvel sko hlutleysishugmyndin lifir ennþá eins og kom fram í forsetakosningum að það var verið að Já, þó þessi erfiðar að fara að rökkur henni. En hún er raunveruleg sem svona einhver golsug eða hugmynd hið náttúrulega ástand okkar og svona, þannig að þetta er raunveruleiki líka. Ég man til þess eftir að katastrofinu lauk, að þá kom sko, hvort það var á Alþingi, þá var svona hvað er að gera nú? Nú veist, þurfum við að fara að endurskoða okkar utanríkisstefnu. Og þá kom, ég held að vera Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem spurði á Alþingi hvort kannski að væri bara komin tími til aðeins að endurhugsa þetta allt frá grunni og bara hverfa aftur til hlutleysisstefnunar. Og því var mjög illa tekið og sagt sko nei og líka sko það er ein rök fyrir því sem voru notuð að þú veist, náttúrulega hlutleysi það veitti enga vörn. Þú veist, bara stríðið, þú veist, það veitir, þú veist, það var notað sem rök og en líka að breski flotinn réði Atlantshafið og það var hinn svona ósýnilega vörn, þú veist, sem Íslendingar hefðu og ég meina þetta er ekki fráleitt vegna þess að ég meina svona auðvitað svo 4. áratugum talar Einar Olgeirsson þetta
og fleiri svona, en þetta ekki, held ég, ráðandi þegar menn að taka upp hlutleysistefnu með formlegum hætti. Ég tel akkurat að þeir vilji ekki að tengja stríði, vilji ekki flækjast inn í einhver stríð og bara treysta á það að stórveldin láta okkur í friði. Þú veist, það í raun og veru að fá ábyrgð þeirra, það sjálfsagt ekkert að því að ráðamenn lítilla þjóðar labbi hringinn og athugi hvort það sé að það fá Nei, alls ekki, og enda var þetta síðan notað gegn hlutleysisstefnunni oft. Þessi rök sósíalista á 4. áratugunum voru skyndilega dregin upp og núna ekki til að berja á þeim sem sagt, heldur til að sýna hvað hlutleysisstefna væri í raun og veru, þú veist, að þetta áður en Íslendingar verða aðilar að NATO. Þá er þetta nota sem rök fyrir því að styrkja þessa stefnu. Svo nei, þetta akkurat svona, það eins og ég segi, það sem mér finnst skipta miklu meira máli og líka bara þetta á kaldarstímanum. Og það var eitt, sem við klóðum með þarna, áður en koma að því, að þetta með þegar Íslendingar gengu í Sameinuðu þjóðirnar, og þá gerðu, sem sagt, var gerð svo krafa að Íslendingar myndu lýsa við stríði á hendur Þjóðverjum og Japanum. Og svo var þetta rætt hér á lokuðum fundum stjórnmálaflokkana og eini flokkurinn sem er tilbúinn til að gangast inn á þetta var sósíalistaflokkurinn. Þetta reyndar lokað, svo bara þetta spurðist út. Men aðrir flokkar voru ekki til í það, við sem herrlustir, við getum ekki leyst, en síðan var allt reynt til að segja hvað Íslendingar hjálpuðu mikið bandamönnum í stríðinu og með því að veita þessa aðstöðu og eitthvað svoleiðis, svo að þeir voru að segja í raun og veru voru við ekki hlutleysir í stríðinu, en samt sem áður að þá getum við ekki, við erum réttum megin, en við getum ekki lýst yfir stríð út við erum herlaus þjóð. Og það endaði þannig að Íslendingar gengu þá ekki inn, en fengu síðan inngöngu 46 og þá var engin svona skilyrði í gangi. En þetta bara sýnir þetta, og þá koma þessum punkti sem ég ætla að koma, að þessi hugmynd herleysið er miklu í raun og veru, og sem er nátengd hugmyndin hlutleysið í upphafi, að hún verður miklu sterkari síðar heldur en hlutleysi. Af því að hlutleysi náttúrulega einhver leyti brostið. Já, það út af því og kaldarstímanum og þá var alltaf verið að vekja upp líka herleysi á friðartímum sem hafði síðan og þá komið sér náttúrulega þessi rök og það hefði verið svikið náttúrulega þegar Bandaríkjaher kemur 51, bara 2 ára síðar og svo að og þegar Íslendingar gengu inn í NATO þá var eitt sem sagt skilyrði eitt sem var sagt að Íslendingar hefðu gengist inn og það var að bandamenn, það er að segja að þá náttúrulega þessi sem myndu fá sömu aðstöðu og þau fengu í stríðinu á Íslandi, í ófriði, en Íslendingar sjálfur myndi ákveða hvenær svo aðstæða yrði heimiluð og yrði veitt. Svo að þetta sýnir hvað hún er sterk þessi hugmynd og líka náttúrulega bara þessi upplifun af hernáminu og það er hérna. En það skiljanlegt kannski að þjóð svona afsali sér ekki hlutleysinu svona bara létt. Nei, það er málið og akkurat sem þetta er svona menningarlega þetta sterkt og það er oft þannig bara og þetta er algjörlega sem kemur utan að þetta kemur ekkert innan frá, þú veist, það sem hefur verið að þú veist bara hernámið og okkur svoleiðis, Íslendingar hafi ekkert þetta að segja, þú veist, og svo þetta er algjörlega eins og við talum áðan neyðarástand sem myndaðist og Nei, og segja bara og síðan á kaldarstímanum kemur aftur þessi hugmyndum krefist að fara aftur til herleysis og svona en þá snýst þetta og alveg mikið þetta, þú veist, að herleysið, eins og þessi ekki hlutleysið. Þú veist, það var miklu erfiðara einhvern veginn þess að líka stuðningu við NATO-aðildina hefur alltaf verið miklu meiri og var alltaf þessu kaldarstímanum miklu meiri heldur þess við dvöl Bandaríkjamanna hersins. Það var alltaf miklu meiri stuðningu við það og það var svo að það voru svona aðeins að hugsa það líka. Þegar þú ferði yfir þessa sögu að þá veltum að fyrir sér hvernig við tökum svona afstöðu. Í sumum tilfellum þá þetta bara það gerist eitthvað og þá hreyfist eitthvað aðeins til og
og vegna þess að ég upplifa svolítið að þetta sé svolítið mikilvægt mál í fólki og ég vitna aftur í forsetakosningarnar sem að koma bara í ljósi og frambjóðendum sem að eru líklega bara að endurspegla eitthvað úr þjóðardjúpinu. Þetta væri rosalega mikilvægt en samt eiginlega engin svona öflug umræð það sko hver eigi staðan okkar að vera, hvað felst í herleysinu. Til dæmis svona ef við erum herlaus og getum ekki varið okkur nema aðri gera það, getum við þá verið að kaupa sko skotfæri sem að drepur annað fólk? Er það bara siðferðislega stætt? Ég er ekki að koma með niðurstöðu en bara að einhver slík umræða væri í gangi í samfélaginu þannig að yrði búin til einhver afstæða sem að hvíldi einhvern veginn í þessari meintu þjóðarsál. Já, og þá sem sagt, en það er alltaf áhugavert þú nefnir þetta, ég held sjálf rétt að sko meðal almennings eru svona hugmyndir miklu víðtækari heldur en meðal svona elitunar, pólitísku elitur. Sem er á fundunum. Já, og þetta kom fram, þetta hefur komið fram að það er mitt fleiri sem halda að Íslendingar séu meira hlutlausir en þeir eru í raun og veru. Og svo líka þetta alltaf áhugavert með þessa umræðum, þessi skotfæri og svoleiðis, það hefur verið mikill stuðningur við þetta á þingi. Ekki satt, þetta er alveg svo að þarna er svona ákveðin þá, þú veist, kannski eitthvað misræmi, þú veist, millið þess að segja það og það er allskins ástæðum, bara einmitt að segja svona, kannski passifiskum líka bara, og þá komum við líka, hvað þýðir þetta? Þú veist, náttúrulega hlutleysi, það þýðir ekki að þú getur ekki tekið afstöðu. Þetta hlutleysi í stríði það er ekki bandalagsaðild. Það er þannig, þetta er hlutleysi Austurríkis. Það er alveg bara niðurnjörvað og það er sem sagt felst í þrennu. Það er að segja engin her, erlendur her. Það er ekki hægt að taka þátt í sem sagt hernaðaraðgerðum og svo þriðja atriðið, hvað er eitt svona það er mjög vel skilgreint meðan sko hlutleysi Sviss það er ekkert mjög vel skilgreint þú veist, þeir geta túlkað þetta eins og þeir vilja og þetta er alltaf eins og í raun og veru svo að þetta er miklu þú veist, en svo er náttúrulega auðvitað bara að segja með Austurríkis þeir eru náttúrulega í Evrópusambandinu sem er náttúrulega ef Evrópusambandið er að koma sér um einhverjum smá saman einhverjum evrópskum her þá verður það náttúrulega það var ekki umræða í Austurríki að ganga í NATO eins og var hjá Finnum og það er út af þessu líka vola mikið þeirra hlutleysisstefna hún er mjög skýr, hún er definíruð hún er búið skilgreina hún er bara skilgreina mjög vel og á meðan að kannski Finnarnir voru að leita sér færis að geta tengst vesturveldunum og miklu meira og eru búin að og svo skilur engin Svíþjóð Nei, já, hvernig það gerðist þú veist sko hvað stöðu raunverulega þeir töldu sig hafa að maður reiknaði með því að væri miklu meiri andstaða við að ganga inn í NATO í Svíþjóð því að mann myndi það að þeir litu á sig svona eðlilega málamiðlara og alls konar svona en það reyndist bara ekki vera þegar það reyndi Nei, og líka á kaldarstímanum vorum við náinn tengst milli Svía og NATO og miklu meira en maður viðurkennt opinberlega sérstaklega á seinni hluta tímabilsins svo nei og líka sko það var alltaf þeirra Finnar þú tala Finna þegar þeir ákveða að fara inn í NATO og það er akkurat það sama þeir eru í nánu samstarfi við NATO en þó þessi gen er ekki með þessa öryggistryggingu og en að þeir sko eftir að kaldstríðinu lauk þá breyttist ekkert hjá þeim það voru bara landvarnir þetta snerist, menn aðri nú voru bara out of area við þurfum ekki að verja territorial defense svo að kalla, það er ekki að verja þetta snýst ekki það lengur þetta kaldstríðinu lauk, menn það breyttist ekki hjá þeim svo þeir alveg, það var alveg og það náttúrulega bara út á Rússum það voru kannski eina landið sko sem að tilheyrði Vestur-Evrópu sem að gat varið sig Já, í raun og veru. Allir voru meiri sem þeir að vera að skoða núna breska herinn og svona, þá verður þetta orðið ekki neitt sko, sem að miklu minna heldur að hélt. En að því að nefnir Austurríki, þá eru til dæmis Írar eru ekki í NATO? Nei, ekki Möldubúar? Nei, og það er náttúrulega Írar, það er náttúrulega mikil tradísjón líka, þú veist alveg, og þeir, það hefur aldrei tekið, en þeir eru náttúrulega ekki, þetta er ekki svona hernaðalega eins og Ísland það er ekki eins hernaðalega mikilvægt sko. Svo það er engin heldur en mikil pressa á en þeir eru bara mjög harðir á þessu stefnu og það er líka alveg bara samstæð hana og er mikil sko.
En það eitthvað breyting í gangi afstöðu íslenskra stjórnvalda, það orðið meiri svona herblástur, að ég upplifa það, ég nú bara einhver gamaldags friðarsinni og mér finnst þetta stundum óviðkunnanlegt að heyra hvað herlausa þjóðin, hvað hún getur verið herská. Já, þetta sko... Og mér undrar líka að þetta fara allt í gennum þingið án umræðu og... Já, það, sko, svo líka eitt, það alltaf verið að tala og ég veit að svona erlendi, þegar maður tala við útlendingum þessi mál, að þá finnst heim öllum skrítið, það engin umræða á Íslandi svona öryggismál. Hún mjög þunn öll, sko, en þá svona held ég að þessi nú líka dálítið vilja þess að það er að þjóna þinn tilgangi að Íslendingar eiga að leggja meira fram með eitthvað svoleiðis, sko, en það er svona að, en þeir sér að þú segir núna sem mikið til í að Íslendingar hafa tekið mjög svona einarða afstöðu með Úkraínu og svona retorikin svona, þú veist, og eins og þetta segja og svo gera þetta með, þú veist, það sér stundu bara skriðdrekana á bakvið utanríkisráðherra þegar hann að tala og maður finnst það svolítið skrítið sko að hann geti verið svona herskár þegar hann hefur eiginlega ekkert upp í hendinni til að standa við orð sín. Nei, það hann alltaf augljóst, það ekkert sem, en þetta svona einhver afstæða sem sagt og þá það mitt spurning hvort þessi þetta haldast streitið mitt sko, þú veist, og meðan það svona mikil samstaða, þú veist, meðal alveg, ok, það ekki allra, en svona NATO-ríkjunum, ef maður halda þessu, þú veist, og svo náttúrulega veit ekki hvað gerist í Bandaríkjunum, ekki satt, ef að Trump vinnur, þá getur allt gerst, og með þessi samstæða að styrkja og styðja Úkraínu, enn svona, þú veist, það svona sterk og þá má alveg búast við þetta haldi áfram. Hún hefur bara, Þórdís Kolbrún hefur bara tekið mjög harða afstöðu í þessu máli og alveg frá upphafi. Og en svo það spurninga mitt hvort eða koma, svo alltaf með þetta stríði líka, hvernig þetta endar. Ég meina, þetta náttúrulega bara þrátefli núna og þessu haldið, þú veist, Rússarnir þú veist, virðast heldur vera að vinna á án þess að það sé eitthvað verulega mikið. En nóg til þess að sko mögulegi friðarsamningar eru þá lakari fyrir Úkraínu á meðan og það eru báðir aðalar að reyna að finna eitthvað svona upperhand í þessu sem að gæti þess vegna verið bara eins og eitthvað krabbamein í Evrópu sem að bara grefur sér niður og getur verið. Það mitt spurning hvers konar friðarsamningur, hvað á að viðurkenna þessa landvinninga? Þessi er náttúrulega búið að innlima, Rússar eru búin að innlima 4 svæðið og ráði gefið þeim engu þeirra alveg 100%. Þú veist, er það fórnarkostnaðurinn? Menn segja sem svo að það bara ekki neina líkur á friðarsamningi þarna þegar það ekki hægt að sjá hvernig annarkor aðilinn getur gefið eftir því miður. Þess vegna verður þetta stríð bara þarna. Það akkurat og bara fer eftir því hvort það sé að halda þessu stuðningi við í raun og veru sko. Og nei, þetta náttúrulega mjög svona depressing orðað þannig allt saman. En varðandi forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, það þannig að Íslendingar ættu að vera að svona endurmeta öryggismál sín út frá því hver getur unnið? Ég held að það skipti ekki máli þegar þess Trump var síðast. En hann setti náttúrulega þennan tón hann til þess með 2% og svo þegar hann fer að þá heldur bara bæta því áfram. Þannig að sumuleyti gaf Trump einhverja línu sem að sjálfum sér utanríkisstefnan breyttist ekki til að bætin kom. Þá kom aftur þess að vera að segja. Í forsetatíð Trumps, hvað gerist þá fóru Bandaríkjamenn virkilega að sýna Íslandi áhuga aftur. Svo að þetta náttúrulega bara, það herinn sem að biðja þú veist, sem fer fram á þessu. Og meðan eins og ég segi, það mín svona tilgáta sko, að meðan Ísland hernaðarlega mikilvægt, þá munum Bandaríkjamenn ekkert fara að setja ykkur að pressu og þeir fá athafna sig Bandaríkjamenn eins og þeir fá núna. Þeir fá geta komið þú veist, þeir eru að mjög greiðan aðgang og það eru uppbygging sem á sér stað þarna og töluðu fjárfesting veruleg svo ég á ekki að þú veist vona á því að þá fara eitthvað Bandaríkjamenn eru háðið því að Íslendingar styðji þetta og verði ennþá taki svona vel í þetta þú veist en ef þið fara eitthvað að þrýsta á Íslendingum það að borga
greiða 2% af landsframleiðslu til NATO, ég ekki sem að þeir muni gera það, akkurat út af þessu. Af því að þeir skilgreina það sem sína öryggishagsmuni að hafa ítök hér. Já, nákvæmlega. Það eru ofar öllu heldur en einhverjir aurar sem eru kannski stórir upphæðir í okkar huga, en eru smáirar við hliðina á því sem að hergagna iðnaðar maskínan í Bandaríkjunum mýlur. Sko, það er akkurat þannig. Valur, takk fyrir að koma hinga og ræða aðeins öryggismálin. Alltaf gaman að fá þig. En ég sitt hérna áfram og við höldum áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og samfélagið og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.